Jæja vinir, ég með svolítið sérkennilegan titil á þessu efni hjá mér í dag, tímalína Guðs. Og þetta svona svolítið efni sem ég hef mikið verið að spá í undanfarið, mörg ár. Og alltaf svona svolítið verið að bætast við punkta og hugmyndir við þetta efni í gegnum tíðina. Nú ætla ég að freista þess að koma með þetta til ykkar. Og þetta enda svo gríðarlega umfangsmikið efni að það engin leið að ég klári þetta í dag. Þannig að ég að spá ég að halda áfram næsta hvíldardag og jáfnvel þá næ ég engan veginn að klára þetta. Þannig að ég ætla bara að taka svona það helsta sem að mér finnst merkilegt í þessu varðandi tímalínu Guðs. Og það sem ég langar að gera er að sýna ykkur ýmsa texta í Biblíunni sem benda til fyrri og síðari komu Krists. Og það sem ég langar að sýna ykkur hvernig það allt bendir til 7000 ára tímalínu Guðs. Og það sem við munum sjá er að samkvæmt þessu segir Biblían fyrir fyrri komu Krists eða krossfestinguna árið 30, einhvers leiðis. Og það sem er meira spennandi er að samkvæmt þessu þá bendir allt til þess að Kristur komi aftur 2000 árum eftir það. En ég ætla hins vegar að segja ykkur strax að ég er ekkert að setja dagsetningu á endurkomu Krists. Ég er aðeins að sýna ykkur þetta, en jafnframt að leggja áherslu á að við vitum ekki daginn og stundina. Kristur getur komið fyrr eða seinna. Það er hann sem ákvarðar það og hann getur flýtt því eða seinkað því eftir því sem hann vill. En þessi texta sem ég ætla að sýna ykkur segja nákvæmlega fyrir fyrri komu Krists og hann kom nákvæmlega á réttum tíma og það ætti að gefa okkur vonur að endurkoman verði líklega á réttum tíma ef maður skyldi ætla það. Að þar sem að þessi textar voru nákvæmir við að spá fyrir fyrri komu hans væri þá ekki sanngjarnt að búast við af sama öryggi að hann muni koma aftur á réttum tíma. Og þessi tímalína sem ég er að tala er falin í atburðum sköpunarsögunar sem við finnum í fyrstu köflunum í fyrstu Mósebók. Hún er jafnvel í dæmisögum Krists og hún er falin ítarlega í atburðum í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Í orðum spámanana. Og eins og við munum sjá þá er þessi tímalína að finna allstaðar í ritningunni. Og það sem ég langar að byrja á er að skoða sköpunarsöguna. Nú í Jesaja 46:10 segir: Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir það sem eigi var enn framkomið. Ég segi mín ráðsályktun stendur stöðug og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. Þannig að við eigum að geta séð endalokin hvar? Frá öndverðu eða frá upphafinu. Nú upphafið er að finna í fyrstu Mósebók kafla 1. Svo við skulum fara þangað og athuga hvað við getum séð varðandi endalokin þar. Og það sem við munum uppgöta er hvernig sköpunarsagan opinberar áætlun Guðs fyrir mannkynið og allt sem hann mun áorka. Guð hefði getað skapað þennan heim á augabragði. En eins og þú veist, kaus hann að gera það á 7 dögum. Guð markaði af ásettur ráði 7 daga fyrir 7 tiltekna sköpunar atburði. Og það er ástæða fyrir því að Guð skapaði ekki aðeins 7 daga fyrir sköpunina, heldur einnig fyrir því að hann valdi sérstaklega að gera það sem hann gerði á hverjum degi fyrir sig. Þessi 7 dagar og samsvarandi atburðir lýsa ítarlega 7000 ára áætlun fyrir mannkynið. Öll áætlun Guðs fyrir mannin með samsvarandi tímasetningu er að finna í fyrsta kafla Biblíunnar. Nú það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir er ákveðin regla varðandi túlkun spádóma. Nú við þekkjum aðferðina 1 dagur stendur fyrir 1 ár eins og varðandi spádóma Daníels sem við höfum ítrekað talað um. En það er önnur regla sem við uppgötum í Biblíunni. Það er þegar 1 dagur stendur fyrir 1000 ár.
Þessi regla kennir að þegar Biblía nefnir bókstaflega dag, allt eftir samhenginu, þá hægt að tengja hann spámanlega við 1000 ára tímabil. Nú þetta ekki ný hugmynd. Við höfum vitnisburð Barnabasar frá því 100 eftir Krist, en þó að rit hans sé ekki innblásin af Guði, þá þýðir það ekki að við getum ekki tekið mark á því sem hann hefur að segja. En í hans Guðspjalli skrifar hann: og Guð gjörði verk handa sinna á 6 dögum, en á 7. degi lauk hann verkinu og hvíldist á 7. degi og helgaði hann. Og svo heldur hann áfram að segja: íhugið börnin mín hvað þetta þýðir, að hann lauk verkinu á 6 dögum. Merking þess þessi að á 6000 árum mun skaparinn leiða allt til enda, því að með honum 1 dagur 1000 ár. Hann sjálfur vitnar og segir: sjá, dagur drottins mun vera sem 1000 ár. Þess vegna börnin mín á 6 dögum, það á 6000 árum mun allt fullkomnast, og hann hvíldist á 7. degi. Hann á við þetta að þegar sonur hans kemur, mun hann eyða tíma hins vonda og dæma hina guðlausu og breyta sólinni, tunglinu og stjörnunum, og þá mun hann sannarlega hvílast á 7. degi. Þetta segði Barnabas, og svo höfum við fleiri frá þessum tíma. Það til dæmis Írenius frá árinu 150 eftir Krist, en hann segir: því að á jafnmörgum dögum og þessi heimur var skapaður, á jafnmörgum 1000 árum mun honum ljúka. Þetta frásögn af því sem áður var skapað, eins og spádómur það sem koma skal, því að dagur drottins sem 1000 ár, og á 6 dögum fullnaði sköpunin. Það því augljóst, segir hann, að hún mun líða undir lok á 7.000. ári. Nú þá hefur við einnig vitnisburð Methodiusar, hann var uppi 300 eftir Krist. Hann segir að því á 6 dögum gjörði Guð himinn og jörð og fullkomnaði allan heiminn og blessaði 7. daginn og helgaði hann. Þannig eins og 7. mánuðinum, þegar ávöxtum jarðarinnar hefur verið safnað, okkur boðið að halda hátíðina drottni til heiðurs, sem táknar að þegar þessum heimi lýkur á 7000 árum, þegar Guð hefur lokið heiminum, mun hann fagna yfir okkur. Þá þegar tilteknum tíma lokið og Guð hefur hætt að móta þessa sköpun á 7. mánuðinum, hinum mikla upprissudegi, boðið að hátíð tjaldbúða okkar skuli haldin drottni til heiðurs. Og takið eftir hvernig þessi fyrstu rithöfundar tengja hugtaki við sköpunina. En hvar finnum við þessa reglu 1 dag fyrir 1000 ár í Biblíunni? Nú í síðara Pétursbréfi 3:8-10 sjáum við í samhengi við dag drottins kenningin að dagurinn sé 1000 ár, 1000 ára langur á einhvern hátt tengt. Og Pétur kynnir þetta einnig, hann kynnir þennan eina dag sem 1000 ár í samhengi við sköpunarsögu Biblíunnar, og til að ávarpa efasemdamenn sem gera grín að því hversu langan tíma það tekur Krist að koma aftur. En hvaðan fékk Pétur slíka hugmynd? Nú Pétur segir það ekki nákvæmlega í hans texta, en við finnum svipað í Sálmi 93:4, þar sem segir: þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já eins og næturvaka. Og eins og við sjáum tengir þetta vers einnig 1000 ára tímabil sem dag. Nú þessi sálmur, hann eingöngu eignaður Móse, þetta ekki Davíðssálmur. Hann eignaður Móse af fræðimönnum. Og hvernig hefur Móse skilið þetta hugtak sem 1000 ár sem dagur? Nú við sjáum samhengi í því hvernig talað að maðurinn muni hverfa aftur til moldar. Hvar okkur fyrst sagt að maðurinn muni hverfa aftur til moldar? Og það í 1. Mósebók 3. kafla. Og kannski ekki á óvart að Móse hefur verið nokkuð kunnugur þessu, því að hann skrifaði einmitt Mósebækurnar. Sagt frá þessu hér í 1. Mósebók 3:19, þar sem segir: í sveita andlit þín skalt þú neyta brauð þíns, þangað til þú hverfur aftur til jarðarinnar, því að af henni ert þú tekin,
því að mold ert þú og til moldar skalt þú aftur hverfa. Nú hvers vegna var Adam sagt að hann myndi aftur hverfa til moldar? Vegna þess að Adam var sagt að hann myndi deyja sama dag og hann át af skilningstrénu góðs og ills. Nú við lesum hérna í kafla 2 í 1. Mósebók, vers 16 og 17, þar sem segir: Og drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en að skilningstré góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. Nú þetta vers hefur ruglað marga. Adam dó ekki bókstaflega sama dag og hann át af ávexti skilningstrésins góðs og ills. Og þetta virðist vera mótsögn. Þetta hefur fengið suma til að halda því fram að Adam hafi dáið andlega þann dag og bókstaflega síðar. Og þetta kann að vera rökrétt í huga margra, en Guð skilgreindi bókstaflega dauða sem afleiðingu þessara tiltekinna syndar sem afturhvarf til moldar, og sami dauði var lýst yfir að eigi sér stað á sama degi. Þannig að skýringin á andlegum dauða er rökrétt þar til maður hugsar það í smá stundi viðbót. Adam sneri aftur til moldar miklu síðar. Við þurfum betri skýringu, að það sem dauðinn sem tengist synd Adams er greinilega skilgreindur fyrir okkur sem afturhvarf til moldar, og það gerðist miklu síðar, ekki á sama bókstaflega degi, að þá hlýtur það að vera orðið dagur sem við skiljum ekki rétt. Eina rökrétta niðurstaðan er svo að Guð geti ekki hafa átt við bókstaflega 24 klukkustunda tímabil í notkun sinna orðinni dagur. Nú þegar við skoðum þetta nánar í samhengi við það sem sagt var beint við Adam, leiðir það okkur að heillandi niðurstöðu að við komumst að því að Adam hann lifði í 930 ár þar til hann dó. 1. Mósebók 5:5. Og allir dagar Adams sem hann lifði voru 930 ár og þá dó hann. Adam lifði 70 árum frá nákvæmlega 1000 árum. Þannig að ef Guð var að nota 1000 ár sem dag þegar hann sagði að Adam myndi deyja sama dag, þá væri það miklu rökréttara. Í þeim skilningi dó Adam í raun sama dag og hann át af trénu. Og nú skiljum við hvaða Móse og Pétur fá þennan skilning á einhvern hátt að 1000 ár jafngildi einum degi fyrir Guð. Og þó allt þetta geti verið nokkuð heillandi og það er vissulega margt fleira að íhuga. Sem hluti af fyrstu komu Krists lýsti Páll honum sem síðari Adam. Það er einnig talað að Kristur hafi verið fyrirmynd Davíðs konungs. Ríki Davíðs er líkt við ríki Krists. Lúka segir að drottinn Guð muni gefa honum hásæti Davíð föður hans. Davíð konungur dó 70 ára gamall. Þannig er Kristur í fyrri komu sinni tengdur Adam sem dó 930 ára gamall, og í seinni komu sinni tengist hann Davíð sem dó 70 ára gamall, sem er 1000 ár. Þetta tengir ríki Krists við nákvæmlega 1000 ár. Og þetta ætti ekki að koma okkur á óvart, því að í Opinberunarbókinni 26 segir: Sæll og heilagur er sá sem á hlut í fyrri upprisunni, yfir þeim hefur hinn annar dauð ekki vald, heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Kristur mun ríkja í 1000 ár og nú vitum við hvers vegna þetta 1000 ára tímabil er einnig nefnt dagur drottins oft á tíðum í ritningunum. Nú ég myndist aðeins áðan á síðara Pétursbréf. Lof mér að sýna þér hvað Pétur hefur þetta að segja. Og förum í kafla 3 og byrjum í versi 3. Og hann segir: Þetta skuluð þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans, því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar.
Svo hér Pétur að tala einhverja spottara sem að grínast með það að svo virðist sem að Guð ætli ekki að uppfylla fyrirheit sín komu sína. Nú hvernig svarar Pétur þessu? Hann heldur áfram í versi 5. Viljandi gleyma þeir því að himnarnir voru til forðum og jörð til orðin af vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þennan heim sem þá var, svo að hann fórst. Hann hér í fyrsta lagi að vísa til sköpunarsögunar í svari sínu og síðan í Nóaflóðið. Það áhugavert. Hann að svara þessum spotturum og vísar þangað. En hann ekki búinn. Hann heldur áfram í versi 7 og segir: En þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir þið sama orð og varðveitast til þess dags, ógulegir menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast, þér elskuðu, að einn dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Hann svarar þeim með því að vísa í sköpunarsöguna og flóðið og endar á því að segja að hjá drottni sé 1000 ár sem einn dagur. Með þessu gefur Pétur í skyn tengsl milli dags 2 í sköpunarsögunni við Nóaflóðið. Það sem það þýðir samkvæmt Pétur þetta að dagur 2 spáði fyrir hvaða ár 1000 flóð Nóa myndi eiga sér stað. Hvers vegna veitir Pétur þessa innsýn sem svarar við því hvers vegna það tekur svona langan tíma fyrir Krist að snúa aftur? Hvað hefur sköpunarsagan að gera með endurkomu Krists? Svarið einfaldlega heillandi. Pétur kennir okkur snilldarlega hvernig á að túlka sköpunina og lætur síðan lesendur sína eftir að útskýra þessa innsýn enn frekar, eins og ég nákvæmlega að gera núna. Að þegar við notum þessa túlkunaraðferð fyrir alla sköpunardagana, sjáum við ekki aðeins alla áætlun Guðs fyrir mannkynið, heldur sjáum við 2 tiltekin tímamörk fyrir komu Krists. Að þegar við sjáum þessi 2 tímamörk opinberuð, það sjáum við að niðurstaða Péturs sú að endurkoma Krists verður 2000 árum síðar. Á þennan hátt svarar Pétur efasendamönnunum sem spyrja af hæðni hvað verður úr fyrirheitinu komu hans, því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Pétur svaraði spotturunum með því að taka fram að endurkoma Krists sé 2000 ár í burtu, en þessi 2000 ár nú næstum liðin og endurkoma Krists kannski ekki svo fjarri okkur. Svona virkar sköpunarsagan sem spádómur, dagur 1, frá árinu 0 í Biblíunni til ársins 1000 í Biblíunni. Á fyrsta degi sköpunarinnar var ljós og myrkur aðskilin. Á fyrsta árþúsundi mannkynsins syngaði Adam og Eva og þar með kom myrkur í manninn. Aðskilnaður góðs og ills, ljós og myrkurs í manninum uppfylling fyrsta dags sköpunarinnar. Dagur 2 frá árinu 1000 í Biblíunni til ársins 2000, nú eins og Pétur hefur þegar tengt saman fyrir okkur, á öðrum degi sköpunarinnar var jörðin þakin vatni og síðan var vatnið fyrir neðan aðskilið frá vatninu fyrir ofan. Á öðru árþúsundi mannkynsins var jörðin aftur þakin vatni, frá vatninu frá uppsprettu djúpsins fyrir neðan og vatninu sem regnað ofan. Vatnið hörfaði síðan aftur til jarðar fyrir neðan og gufaði upp í himinin fyrir ofan. Flóðið uppfylling annars dags sköpunarinnar. Nú dagur 3 frá árinu 2000 í Biblíunni til ársins 3000, á 3. degi sköpunarinnar var séð fyrir að landið hefði sæði sem bar ávöxt. Á sama hátt var Abraham lofað að niðjar hans myndu fá land á 3. árþúsundi mannkynsins. Einnig á 3. árþúsundi mannkynsins var Ísrael gefið orð Guðs sem einnig kallað sæði. Ísrael var síðan gróðursettur í fyrirheitnalandinu og loforðið niðja Abrahams, gjöf orðsins og fyrirheitnalandsins uppfylling 3. dags sköpunarinnar. Dagur 4 frá árinu 3000 í Biblíunni til ársins 4000. Á
Á 4. degi sköpunarinnar var sólin sköpuð sem stærra ljós. Í lok 4. árþúsunds mannkynssins kom Kristur í heiminn sem ljós og uppfyllti Malaki 4:2 sem segir: En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upprenna með græðslu undir vænginn sínum. Fyrsta koma Krists var uppfylling 4. dags sköpunarinnar og hann kom á réttum tíma og hann mun koma aftur á réttum tíma. Dagur 5 frá árinu 4000 í Biblíunni til ársins 5000. Á 5. degi sköpunarinnar eru fiskar og fuglar skapaðir og þeim fyrirskipað að margfaldast alla jörðina. Í upphafi 5. árþúsundar mannkynsins urðu lærisveinar Krists, mannaveiðarar og andinn táknaður sem dúfa fylgdi lærisveinunum og fylgdi þá. Kristur bauð okkur að margfalda lærisveina alla jörðina, þannig í óeiginlegri merkingu margföldun fugla og fiska, veldisvöxtur lærisveina er uppfylling 5. sköpunardagsins. Dagur 6 frá árinu 5000 til ársins 6000. Á 7. degi sköpunarinnar var maðurinn skapaður með þeim fyrirmælum að margfalda sig og fylla jörðina og drottna yfir sköpuninni. Í lok 7. árþúsund mannkynsins sjáum við að mannkynið hefur fyllt jörðina og náð fordæmalausum yfirráðum yfir sköpuninni. Að maðurinn fylli og drottni yfir jörðinni er uppfylling 7. sköpunardagsins. Dagur 7 frá árinu 6000 til ársins 7000. Spádómurinn hvíldardaginn. Við sitjum nú uppi eftir með þennan síðasta dag sköpunarsögurinnar. Á 7. degi sköpunarinnar skapaði Guð ekki neitt. Hann hvíldist. 7. dagur vikunar er hvíldardagurinn sem við munum eyða með Kristi á himnum í 1000 ár. Og það er hægt að segja miklu meira þetta, en ég ætla að láta þetta duga hér. Nú samkvæmt Hebreabréfinu 4. kafla bíðum við enn eftir þessari spámanlegu uppfyllingu. Hebreabréfið 4:8 segir: Hefði Jósúa leitt þá til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meir talað annan dag. Höfundur Hebreabréfsins hafði einnig spádóminn hvíldardaginn í huga þegar hann kenndi að 7. dagur vikunar tákni 1000 ára stjórn Krists. Þessi dagur sem 1000 ár mun eiga sér stað eftir endurkomu Krists og það ætti ekki að koma á óvart að hann mun vara í 1000 ár. Alveg eins og hver spádómsdagur ætti að gera, samkvæmt þessum textum sem við erum búin að vísa í. Og þetta 1000 ára tímabil er dagur drottins sem er 1000 ár að lengd. Og þetta er einmitt ástæðan fyrir því að sagt er að atburðir eigi sér stað á degi drottins. Það er ekki vegna þess að það er bókstaflega 24 klukkustunda tímabil, heldur tímabil 1000 ára sem hefst og endar með dómi og upprisum. Upphaf 7. árþúsundsins er þegar Kristur kemur til að safna okkur saman og flytja okkur til staðar sem hann hefur búið okkur. Við munum ríkja og hvílast með honum í 1000 ár sem uppfylling á 7. degi hvíldardagsins. Og vegna þessa vísaði Kristur til sín sem herra hvíldardagsins. 1000 ára stjórn Krists er framtíðar uppfylling 7. dags sköpunarinnar. Sköpunarsagan lýsir ítarlega 7000 ára heildar áætlun Guðs fyrir mannin og opinberar endurinn frá upphafi og allt sem mun áorkast. Og Kristur kom alveg í lok 4. dags. Dauði hans, greftrun og upprisa var á fyrstu páskum, frumgróði 5. dagsins. Þessi tímalína verður augljósari eftir því sem við skoðum meira í Biblíunni. Til dæmis, Kristur reis upp á 3. degi eftir krossfestinguna. Þannig liðu 2 dagar eða 2000 ár frá krossfestingu Krist þar til hann kemur aftur. Dagur 3 er þannig sami dagur og dagur 7 eða þegar að 7. árþúsundið hefst. Fyrstu 7 dagar þessara heims opinbera fyrstu 7000 árin.
alla áætlun Guðs fyrir mannkynið og fyrstu og aðra komu Krists. Eins og ég hef bent á, þá er 4. og 7. dagurinn dagur fyrstu og annarar komu Krists. Rétt eins og hvíldardagurinn segir til 7. árþúsundi, þá tengjast hátíðir gyðinga einnig tölunum 4 og 7. Þannig sjáum við tímasetningar kortlagðar í árlegum hátíðum. Hátíðarnar áttu sér stað á tilteknum tímum. Þessi dagar eru tilnefndir fyrir okkur sem tilvísanir til Krists og fjallaður þær í 23. kafla 3. Mósebókar. Þessi tilteknu dagar eru almennt skipt í það sem kallað vorhátíðir sem samastanda af 4 hátíðum og hausthátíðir sem samastendur af 3 hátíðum. Á sama hátt og ekki af tilviljun áætlun Krists einnig skipt í 2 aðskildar komur, ef svo má orði komast, með svipuðum hætti. Fyrstu 4 hátíðarnar eru páskar og svo ósýrðu brauðin og svo frumgróði og svo 4. hvítasunna. Síðustu 3 hátíðirnar eru lúðrahátíðin, friðþægingadagurinn og laufskalahátíðin. Fyrstu 4 hátíðir tákna það sem Kristur áorkaði í fyrstu komu sinni. Hann dó á páskunum, var í gröfinni á hátíð ósýrðu brauðana og reis upp á frumgróðahátíðinni. Eins og segir í síðara kafla Apostolasögunnar kom heilagur andi niður 50 dögum síðar á hvítasunnu. Svo hér sjáum við aftur 4 hátíðir tengjast beint fyrstu komu Krists sem hófst á 4. degi. Á sama hátt tákna síðustu 3 hátíðirnar endurkomu Krists. Við endurkomuna verður mikill lúðra hljómur. Það tengist lúðradeginu sem fyrsta hausthátíðin. Upprisan mun eiga sér stað við endurkomu Krists. Það er einnig dómur þjóðana og myndlíking brúðkaupsveislu lambsins sem einnig tengist friðþægingadegi og laufskalahátíðinni. Þessar hátíðir eru 7 að tölu og tákna og tengjast endurkomu Krists á 7. degi. Hér sjáum við því aftur 7 í 7 hátíðum sem tengjast beint seinni komu Krists. Rétt eins og við höfum þegar séð tengjast 7. deginum sem hluti af sköpunarvikunni. Þannig eins og spádómarnir 4 og 7 sína var fyrsta koma Krists á 4. degi og seinni koma hans á 7. degi. Ég sé að ég alveg að vera búið með tíman, þannig að ég ætla kannski að taka þetta allavega og svo kannski eitt viðbót. Og þá klárum við þetta í dag og svo held ég áfram eftir viku. Hósea segir okkur á nokkurs vafa hvenær við getum búist við upprisu okkar. Við getum búist við upprisu eftir 2 daga. Meginreglan að 1 dagur sé 1000 ár var hugtak sem Hósea kunni vel. Spádómur Hósea óskiljanlegur án hennar. Hann mun lífga oss eftir 2 daga, segir hann, og reisa oss upp á 3. degi til þess að við lifum fyrir hans augliti. Eftir 2 daga eða 2000 ár höfum við upprisu til að hlakka til. Hef ég 5 mínútur í viðbót? Er það ekki? Ég held að þetta taki alveg 5 mínútur, þetta með fagnaðarárið eða júbilí. Því það er nauðsynlegt fyrir mig að útskýra fyrir ykkur líka meginregluna fagnaðarárið. Rétt eins og dagur stendur fyrir 1000 ár, þá gerir fagnaðarárið það líka sem eining af 50. Og við erum kannski ekki vön að hugsa í einingunni 50 þegar við erum að telja tíma. En fagnaðarárið átti sér stað 50 ára fresti. Það var samsagt þannig að það var 7 sinnum 7 ár sem 49 og næsta ár var friðþægingarárið. Nú sem dæmi Jóhannes 2:20, þar segir þetta musterið hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. 46 ár,
það hljómar ekki mikilvægt á yfirborðinu, en þessi smáatriði voru gefin að mikilvægari ástæðu. Þetta sýnir okkur hvernig talan 50 eða tala fagnaðarársins nýtist okkur til að skoða tímalínu Guðs. Og hvernig gerir það? Það þegar við margföldum 46 árin sem það tók að byggja musterið með tölunni 50. Þá fáum við 2300. 2300 mikilvægt tala í Daníelsbók, sérstaklega varðandi framtíðar endurreisn musterisins. Daniel 8:14 segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Tengingin við 2300 ár og endurreisn musterisins ekki tilviljun. Þetta sýnir fram á notagildi fagnaðar ársins eða tölunar 50. Það opnar okkur aðra leið til að túlkunar á spámanlegum tíma. Fagnaðar árið í Biblíunni veitir okkur ekki aðeins möguleika á að greina tímasetningar. Fagnaðar árið sem spádómurinn Krist segir okkur einnig hvað hann mun áorka í 2 aðskildum komum. Í fyrsta lagi lýst yfir frelsi, það það sem að fagnaðar árið snerist Þrælum var gefið frelsi. Og í öðru lagi, landi var skilað tilbaka til fólksins. En fyrsti þátturinn var að veita frelsi. Kristur veitir okkur frelsi þegar hann kom í fyrsta sinn. Nú við lesum það í Lúkas 4:18-19. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar á drottins. Hér sjáum við að Kristur uppfyllti fyrri hluta fagnaðarársins. Hann kom með gleðilegan boðskap náð og frelsi sem okkur ber að fagna. Höfundur Hebreabréfsins segir það sama. Hann talar fórn Krists í Hebreabréfinu 9:22. Og það segir á samkvæmt lögmálinu það nálægt allt sem hreinsast með blóði og að eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs. Og það svolítið merkilegt að gríska orðið sem þýtt fyrirgefning hér sama orðið sem notað yfir fagnaðarár í grísku útgáfunni af Tóra eða Septuagint sem sem sagt Gamla testamentið á grísku. Það ekkert grískt orðið við fyrirgefningu í þessum texta. Og það bókstaflega hægt að lesa þetta svona: án blóðsúthellingar ekkert fagnaðarár. Fórn Krists veitir okkur frelsi frá synd og dauða. Frelsi frá synd og dauða fyrsta uppfylling fagnaðarársins. Kristur dó að reis upp á fagnaðarári til að uppfylla fyrsta þátt þess. En þar sem uppfyllingin fagnaðarárið í 2 hlutum, þá seinni hlutin en í framtíðinni. Seinni hlutin þegar við erum leidd inn í fyrirheitnalandið. Kristur hefur ekki enn uppfyllt það. En það sem áhugavert að við getum búist við að það sé 40 fagnaðarár á milli fyrri komu Krists og seinni komu hans. Önnur uppfylling fagnaðarendisins, endurreisn landsins, ætti að vera 40 fagnaðarár frá fyrri komu hans. 40 sinnum 50 2000. Og það einmitt ástæðan fyrir því að talan 40 kemur svo oft fyrir í reikningunum og kannski nægja að sýna ykkur það nánar síðar. Og þegar Kristus snýr aftur verður við tekin inn í landið. Landið verður skilað til okkar og allir munu setjast að með sinni ættkvísl eða í útlutuðu landi ættkvíslarinnar. Rétt eins og landið á að hvílast á fagnaðarárinu á 50 ára fresti sem hvíldarár, þannig munu við einnig hvílast í 1000 ár þegar Kristur tekur okkur til sín. Og hér ætla ég að enda í dag. Og ég með miklu fleiri glærur sem ég efast að megin á að klara næst. En það margt mjög merkilegt þarna sem að tengist þessari tímalínu, eins og ég kalla það. Þannig að ég vona að þetta hafi verið fróðlegt og að þið hafið áhuga á að heyra meira.
af þessu. En þetta, svona enda ég í dag. Takk fyrir. Svo þið sjáu hér að það eru miklu fleiri glærur sem ég er með. Ok. Svona.